Komið sæl og innilega þakki fyrir að vera hérna í dag. Það gleður mig svo hjartanlega að sjá ykkur hérna öll. Í dag þá ætla ég að segja ykkur frá því hvernig ég lenti á þessum stað. En semst fyrir rúmu ári síðan þá fekk ég framgang í stöðu prófessors og þetta sem sagt sagan það. Takka músina mér. Og það má eiginlega rekja þetta til þess að við mamma, við áttum ekki bíl. Þannig að sumarfríin okkar þau voru frekar óhefðbundin í staðinn fyrir að keyra hringveginn eins og flestar fjölskyldur gerðu af því að ég hélt. Þá fórum við mamma með ferðafélaginu hringinn í kringum Hofsjökul eða viku í Landmannalaugar eða Þórsmörk og þetta einhvern veginn markar mig enn í dag. Og svo hitt sem að hafði mikil áhrif á framhaldið, það var heimsreisan sem að ég og þáverandi kærasti, núverandi eiginmaður fórum í 1987. Þá fórum við til Indlands og Kína og Nepal og Ástralíu, Nýja-Sjálflands og fleiri framandi og spennandi staða. Og ég fannst þegar ég var að tína til þessa myndir, þá varum við ótrúlega unga þeim, en okkur fannst við vera mjög fullorðin og alveg til í að skoða heiminn. Þegar að heim var komið þá ætlaði ég náttúrulega að vera mjög praktísk og fara í viðskiptafræðina en svo mætti ég fyrsta bókfærslutíman og var ekki alveg að sjá mig þarna næstu 4 árin þannig að ég fór að flétta kennsluskrá Háskólans og viti menn þar rakst ég á eitthvað sem hét landfræði og þar sá ég fram á að ég geti haldið áfram að ferðast að minnstakosti í huganum og ég sem sagt byrjaði þarna í námi 1987. En ég kom viku seint af því ég hafði alltaf að byrja hérna í viðskiptafræðin og hún byrjar seinna heldur en landfræðin. Þannig að af því ég kom viku seint þá var mér vísað að tala við hana Guðrún Ólafsdóttir sem var þá dósent í landfræði. Og hún tók svo ofsalega vel á móti mér og spurði af hverju ég væri nú hér, hvað ég vildi gera með landfræðina. Hún byrjaði að spyrja hvort ég vildi vera kennari, eller nei, ég alltaf feimin til að tala fyrir fram af fólk. Og þá spurði hvort ég vildi skrifa bækur, nei, ég ömurlegur penni. En svo einhvern veginn stendur maður hér og tala við ykkur og svo skrifa maður grein á þessa milli. Þannig að ég var ekki sannspá. En þetta nám var alveg óbúslega skemmtilegt og ekki bara námið vera skemmtilegt heldur voru þarna alveg frábæri félagar, vinir sem maður eignaðist fyrir lífstíð. Og við höldum ennþá okkar landafundi sem eru ýmist haldnir yfir veturinn í borginni en út á landi á sumrin. Og við höldum sem sagt þessa fundi ekki alveg reglulega, heldur svona frekar óreglulega. Nú og meðan ég var í námi í landfræðinni þá tók ég byrjaði því að taka leiðsöguskólann og þá var ég komið með eitt allra skemmtilegasta sumarstarf sem ég hef unnið við og það var semst að vera leiðsögumaður með erlendra ferðamennum landið. Og þetta vann ég við sem sagt í næstum 10 ár. Og fyrst sem sagt svona sumarstarf þegar ég var nemandi en síðan seinna þá vann ég þetta með annarri vinnu. En þegar á þessum tíma þá Háskóli Íslands að byrja með meistaranám og ég hafði ekki alveg fengið nóg þegar ég útskrifaðist með BS-gráðu þannig að ég langaði bara að halda áfram og skráði mér þetta meistaranám sem var semst bara þarna að byrja. Og svo starfandi sem leiðsögumaður og horfa á þetta fyrirbæri ferðamennskun og hvað þetta væri nú margt merkilegt og furðulegt við þetta, þá ákvað ég þegar ég skrifaði meistaraverkefni mitt að taka fyrir ferðamennskuna og kortleggja hvert ferðamenn væri að fara og semst á þessum tíma þá voru 60% ferðamanna sem voru í skipulagri hópferð, þannig að ég fekk gögn frá öllum þeim sem skipulögðu hópferðir Ísland og fekk að vita hvaða dag ferðamenn voru í öllum ferðum þeirra og þannig gat ég búið til kort sem sýndi dreifingu ferðamennu landi og þetta sem dæmi það. Og ef maður horfir á og rýnir í þetta kort þá sýnist mér dreifingi vera jafnvel nokkuð svipuð og hún í dag. Nú, þegar ég var þarna í meistaranáminu þá fór ég 1 ár sem skiptinemi til Hróarskelduháskóla. Og það var mjög eftirminnilegt og eiginlega mjög skemmtilegt vegna þess að það var skóli sem var algjör andstæða við Háskóli Íslands. Háskóli Íslands þá var búið að temja mann í það að sitja og glósa eftir kennaranum, helst allt sem hann sagði í 3-4 ár. En þarna í Hróarskelduháskóla þá var ekki haldinn fyrirlestur.
Þetta gekk bara út á hópastarf, rökræður, umræður, nemenda á milli, þannig að þetta voru svona 2 pólar. En það hafði heilmikil áhrif á mig og hvernig ég síðan kom tilbaka úr þessu námi. Nú, þegar að ég að klára gæta sumarið 1992 og þá að klára meistaraverkefni mitt, þá hringt í mig eitt kvöldi og það hann Sigurður Guðmundsson sem var þá stundakennari í landfræðinni og hann sá fram að það að hann yrði mikið í útlöndum þetta árið og sérstaklega á þriðjudögum og fimmtudögum en þá var akkurat tímanni setti sem hann átti að kenna. Spurði hvort ég væri til í að taka við þessu námskeiði og þetta var uppáhaldsnámskeiði mitt þannig að ég held að það var ekki mikið mál og sagði bara já. Og þá bætti hann við, já tíminn byrjaði reyndar í gær en næsti tímar á morgun, þú mæti þá í hann. Já, ok. Hann svo laust var tekið á móti stundakennurum í þá dag. Nú en svo fyrst að ég var að fara að kenna, þá var eins gott að kunna að kenna, þannig að ég byrjaði þá í uppbyldis- og kennslufræði og það myndi ég segja væri alveg svona, ég lætti að vera þannig byrjun í kennsluferil allra. Vegna þess að þarna fekk maður bara strax í æð hvernig ætti að kenna, hvernig ætti að huga að samhengi, framsetningu, námsmats, mati á kennslu, kennslufræðinni, hvernig ætti að taka agavandamálum og þá var rosalega gaman sko að vera fyrirlestur agavandamál svo var maður mættur að kenna og gat bara beitt þessu, tekið óþekku krakkarna settu fremst og sem sagt bara praxis. En sem sagt Guðrún Geirsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, þær urðu mínar fyrirmyndir í kennslu og bara ómetanlegt að hafa verið þar. Nú síðan, árinu síðar, þá var hann Karl Benediktsson, hann var þá stundakennari, en hann var að fara í doktorsnám til Ástralíu. Og hann hafði kennt tölfræði og hagræna landfræði og þá vantaði eitthvað til þess að taka við því og ég var beðin að kenna það. Og aftur held ég að vera ekkert mála því að það hefði verið gaman í þessu námskeiðum. Þannig að ég tók við pakkanum, hann var aðeins stærri heldur ég hélt. En einhvern veginn kláraðist veturinn og bara óbúslega gaman að kenna. Á meðan og næsta árin þá var ég sem stundakennar og kendi þessi námskeið. Svo hljóp ég ýmis verk þar á milli. Guðrún Gísladóttir til dæmis var formaður í norrænu verkefni sem fjallaði visthæfa ferðamennsku og þótt að skýrslan endaði á því að vera að skrifa á sænsku og ég kunni ekki eitt orð í sænsku þá var ég með samt sem ritara hópsins. Nú, svo var það annað verkefni sem átti síðan eftir að marka mjög þar sem ég hef fengist við síðan. En á þeim tíma þá voru Landsvirkjun og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, þeir voru að fara að skoða stórar hugmyndir á hálendinu norðan Vatnajökuls, eitthvað sem að gárungar kölluðu oft LSD, langstærsta drauminn, sem að fólst í það að taka 3 stóru vatnsföllin og virkja þau saman. Og Magnús Oddsson var þá ferðamálastjóri og hann hafði verið prófdómari í verkefninu mínu og þegar að Landsvirkjun og ráðuneyti leitaði til hans hvort að hann vissi eitthvað sem að gæti tekið svona verk að sér, þá sagði hann að mögulega væri ykkur einn á Íslandi sem að hefði gert eitthvað sem tengdist ykkur af þessu og benti sem sagt á mig. Og þannig sem sagt byrja ég á því að rannsaka þetta samhengi á milli ferðamennsku og virkjana. Ég var þá reyndar komið 6 mánuði á leið og þurfti að fara upp á fjöll, en það bjargaðist mjög vel vegna þess að mamma og stjúpi minn þau komu með mér og mamma var ráðskonan og stjúpi hjálpaði mér að hlaupa með spurningalista tjaldsvæði og tala við ferðamenn. Þannig að það bjargaðist allt saman og var bara mjög áhugavert verk. Það veitti mér svo mikið innblástur því ég var búin að klára þetta verkefni að þegar að ég kláraði það í janúar 98 þá tók ég mig til og skrifaði rektor Háskóla Íslands bréf. Og í þessu bréfi benti ég honum á að ferðaþjónustan væri vaxandi grein, Háskóli Íslands væri ekki að sinna þessari grein og það væri komið tími til þess að gera það og þeim tíma voru ekki til neini peninga til að gera neitt nýtt og litla jarð- og landfræðiskor sem þetta hét þá, hún gat engan veginn veitt peninga í að búa til ný námskeið, þannig að ég biði rektor pening til þessa. Og þá var Páll Skúlason rektor Háskóla Íslands. Og hann var með hugmyndir og var byrjaður að þróa námið sem hann kallaði diplómanám, sem voru svona stuttar hagnýtar námsbrautir.
og honum fannst ekkert metnaðarfullt að biðja eitt námskeið, heldur vildi hann bara ferðamálafræðin færi inn í þennan pakka og baða okkur sem sagt að hafa þetta í því prógrami. Og þetta var náttúrulega rökrætt fram og tilbaka í raunvísindadeild eins og hún hét þá, en loka ákvörðun tekin 12. ágúst 1998, dagsetningi mér ofboðslega eftirminnileg vegna þess að ég var beðin semst að mæta á fundin og standa fyrir málun og skýra út á hvað þetta gekk og svona. En svo eins og gengur gerist í okkar kerfi þá þarf að rökraða hlutina alveg út í hörgul. Og svo þegar mér fannst málið útrætt og menn ætti að geta fara að komast að niðurstöðu, þá var ég líka farin að vera svolítið í tímaþröng og spurði hvort að mér væri heimilt að yfirgefa fundin vegna þess að það stóð til að við værum að fara að gifta okkur þarna. Og ég vildi ekki verða of sein í eigin brúðkaup. En þegar að fundurinn var settur þá vissi ég ekkert að ég væri að fara að gifta mig þarna. Það var bara ákveðið með dags fyrirvara, þannig að þetta bara gerði svona. En ferðamálafræðin fór þarna stað og hún bara sló svolítið vel í gegn. Þá voru 130 mann sem mættu þarna fyrsta námskeiði sem ég kendi og hélt sér lengi vel í svona 100 og við höfum verið svona á bilinu 60 til 80 manns sem að byrja í þessu námi. Nú, svo var tekin svo ákvörðun að auglýsa stöðu í þessari nýju grein háskólans og ég var mjög ánægð með það og bara samglæddist skólanum en ákvað hins vegar að sækja ekki þessa stöðu. Annars vegna þess að ég var jú bara með meistaragráðu og maður átti jú helst að vera með doktorsgráðu þegar maður vinnur í þessu kerfi. Og hins vegar það, ég var alveg búin að fá nóg að því að vinna 15 til 18 tíma á dag og bara þetta var ekki lífstílinn sem ég ætlaði að temja mér. Þannig að þegar ég var búin að auglýsa stöðuna þá sótti ég starf hjá Náttúruvernd ríkisins og fór að vinna þar árið 1999. Þá byrjaði Háskóli Íslands að hringja í mig og það var hringt nokkuð reglulega, þangað til eftir hálft ár þá lét ég undan, ekki segja börnunum mínum að því ég segi alltaf þegar ég er búin að segja ákveðna niðurstöðu þá skipti ég ekki skoðun, en í þetta skipti gerði ég það og semst kom aftur til Háskóli Íslands og hefur verið hér síðan. Nú, við fengum fljótlega að ráða aðra manneskju og þá var hún Anna Karlsdóttir ráðin í næstu stöðu ferðamálafræðin. Og við ásamt dyggum stuðningi kennara landfræðinar byggðum þetta upp og smá sama fengum við að ráða í fleiri stöður í ferðamálafræðum og í dag erum við með 4,5 stöðu í ferðamálafræði en síðan ef maður tekur landfræðingana og aðjúngtana sem erum öll að vinna þessu sama markmiði að mennta nemendur í ferðamálafræðum þá erum við, ég held að það sé að telja þetta einhvern veginn sem 14. En þetta hinn frábærasti hópur að vinna með og við erum svo metnaðarfull þegar kemur á kennslu að við höfum okkar eigi kennslukaffi þar sem við ræðum kennslukannanir og hvernig á að fara með þær, ritstuld og bara ýmis málefni kennslunar. Sem sagt frábær hópur sem ég að vinna með. Nú en eftir ég hætti að hafa tíma að vinna sem leiðsögumaður þá fór ég að fá mína útrás í því að kenna verðandi leiðsögumönnum og hef verið að kenna í leiðsögunámi endurmenntunar fyrir leiðsögumenn. Nú, eitt af því sem ég hef kennt, það þetta líkan sem lýsir þróun ferðamannastaða, hvernig ferðamannastaðir eru uppgötvaðir og þróast og breytast, svo ná þeir þolmörkum sínum og þá fer þeim að hnigna og allt fyrir bálubrandi. Og einhvern veginn, og þetta módel oft kennt við hann Butler, Richard Butler, landfræðingur sem setti þetta frá 1980. Og þessi þolmörk sem eru á þessu líkani hafa fylgt mér svolítið síðan þetta gerðist. Nú þolmörk þau eru skoðuð út frá bæði umhverfisþáttum og félagslegum þáttum, en einn af nemendum mínu sem hafði verið í fyrsta námskeiðinu sem ég kenndi þessi fræði, hann var nýkominn heim úr meistaranámi árið 1999. Björn Sigurjónsson heitir hann, var kominn í stöðu hjá ferðamálastofu og þeim tíma var ferðamálastofa með rannsóknastöðu á sviði ferðamála. Og hann kemur til gamla kennarisins og spyr hvort ég væri til í að koma að rannsaka eitthvað með honum og okkar niðurstaða var það svo að fara af stað með þolmarkaverkefni og svo fengum við kollega með okkur, Guðrún Gísladóttir kom með okkur og Arnar Már Ólafsson við Háskólann á Akureyri.
og við sem sagt rannsökum þolmörk á nokkrum stöðum á landinu og síðan hafa þolmerkir svolítið fylgt mér þannig að þótt að þau hafi hætt að sinna þessu þá hélt ég áfram að skoða sem sagt minn þátt sem var sem sagt upplifun ferðamanna, þolmörk ferðamanna sjálfra. Og á þeim tíma þá sá svo sem enginn alveg langt fram í framtíðina en þegar við förum að stað með þetta voru 300.000 erlendi ferðamenn sem koma til landsins. Það stefnir í 2,3 milljónir í ár. Þannig að hvenær náum við þessum þolmörkum. En semst ég hélt áfram að vinna svona verkefni, semst safna að mér viðhorfum ferðamanna, hvernig upplifa staðina, hvert aðdráttarafl þeirra, hvaða innviði vilja hafa þarna og svo framvegis. Og ég búin að vera víða á hálendinu, byrjaði að safna gögnum þar, en svo smá saman bættist láglendistaðirnir við, en í heildin ég búin að vera á 32 stöðum og tala rúmlega 42.000 ferðamenn. Þannig að við vitum nú ýmislegt það hvað markaðurinn okkar vill. Og bara til að gefa ykkur smá hugmynd það, þá semst dæmi niðurstöðu frá hálendinu, þá eru 40% ferðamann í hrafntinnuskýr og þriðjungurinn af ferðamönnum í landmannalögum sem að kvarta undan of miklum fjölda á þessum stöðum. Nú eitt af því sem ég hef líka spurt það hvað mannvirki mega verið til staðar á þess að hugmyndin eða hugtakið ósnorti víðerni glati merkingu sinni og ferðafólki finnst hótel, gistihús alls ekki eiga heima á hálendinu, heldur ekki ýmis virkjunarmannvirki. En svo einhvern veginn förum við samt að stað með að byggja hótel á miðju hálendinu og svo varðandi virkjanir, þá allar þessar spurningar sem að ég hef allar þar til síðasta sumar, þá hef ég spurt á stöðum þar sem ekki búið að virkja. Síðasta sumar hins vegar, þá unnum við annars konar verkefni og það var sem sagt nágrefni við Blönduvirkjun. Þá voru ferðamenn sem voru búin að fara virkjanasvæðið og voru búin að sjá Blöndulón og stíflur og skurði og öll þeim mannvirki sem að tilheyra þessari virkjun, virkjunarhúsið og starfsmannabústaðurinn og þegar að ferðamenn sem voru búin að fara þessi svæði voru spurt, hvað finnst þér þetta, hvernig upplifir þetta, þá kemur ljós að það næsti helmingurinn sem bara jákvæður út í lónin og 60% sem að alveg hlutlaus gagnvart þessum skurði. Þannig að það eins og ef það vel staðið að verki og það komin væntanlega annar markhópur á staðinn, þá getur þetta gengið saman. Það hins vegar raflínuna sem að trufla hvað mest, en það eru rúmlega helmingurinn sem að kvartar undan raflínum og finnst þær líti á landi. Nú en svo ekki sama hvaða aðferð maður beitir. Í einu verkefni þá beittum við Rannveig Ólafsdóttir ljósmyndum og þetta var fullt af ljósmyndum og fólk spurt hvað væri fallegt og hvað væri ljótt og var ekki parað neitt fyrirfram, heldur puruðum við eftir á. Og þarna sjáum við eitt dæmi það að það þykir mun fallegra land þar sem að ekki búið að byggja neinn mannvirki heldur en þar sem eru skurður, vegir og línur. Þannig að ykkur áhrif hefur þetta þó. Nú, almennt þá viðhorf ferðamanna á hálendinu til mannvirkja frekar einsleitt. Menn eru nokkuð sammála hvað má vera og hvað má ekki vera. Það einn staður samt sem að sker sig úr, það eru landmannalegar. Þar hef ég verið tvisvar, árið 2000 og svo aftur 2009 og það eru allt önnur viðhorf þar hjá fólki heldur en á öðrum stöðum. Þar eru menn minna á móti öllum mannvirkjum, eru þokkalega sáttir við virkjun þess vegna. Þannig að það hef ég skoðað út frá hugmyndafræði sem að ég hef þýtt sem viðhorfskvarðan. Það að segja að ferðamenn eru mismunandi, það ekki til einhver meðalferðamaður. Ég hef kallað á náttúru sinna og þjónustu sinna. Náttúru sinni vill óspillta náttúru og sækist í svoleiðis umhverfi, fámenni og fábrotna aðstöðu, en á þjónustu sinnin hann vill þægindin og öryggið og félagsskapin. Og þessir hópar hafa misháð þolmörk og þau upplifun þeirra, henni fæst best fullnægt á mismunandi svæðum. Og það kallað útivistarófið sem að dregur fram munin á þessum svæðum. Og eitt af því sem hefur gefið mér afskaplega mikið í mínu starfi, það þegar ég sé vinnuna sem ég búin að vera að vinna, nota það í samfélaginu og bara dæmi hvernig þetta notað. Það vinna sem verið að vinna núna í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu,
það sem að lögin með langanafnin þetta alltaf kallað, sem þetta lög landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru- og menningarsögulegu minjum. Og þarna verið að vinna þessi þingsályktun í kringum þessi lög sem að byggja á þessum hugtökum sem ég var að kynna fyrir ykkur. Þannig að mér finnst mjög ánægilegt þegar maður sér þetta hafa áhrif sem að maður hefur verið að kynna og draga fram í umræðinni. Nú svo langar mig að segja ykkur frá einu verkefni viðbót og það verkefni sem ég vann fyrir Ferðamálastofu og þar ferðamálastjóri Ólöf Ýr Atladóttir sem hefur ekki bara stutt rannsóknir í ferðamálum í orði heldur líka í gjörðum vegna þess að hún hefur hjálpað okkur að stað með stór og dýr verkefni og þetta verkefni það var kallað við þolmörk ferðamanna á vinsælum stöðum á Suður- og Vesturlandi og við söfnuðum gögnum þarna á 8 stöðum á landinu, 3 árstímum, sumar, vor og haust og náðum 26.000 svörum þannig að allar greiningar gefa, ef maður sér yfir höfuð mun, þá er þetta tölfræðilega marktækur munur, þetta það stórt úrtak og bara sem dæmi úr hvernig staðan hjá okkur þá 35% ferðamanna á sumrin sem upplifa það að sé allt of mikið að ferðafólki við Geysi og Jökulsárlón en ekki alveg margir á Þingvöllum. Nú þessi gögn erum við síðan búin að greina miklu nánar og bara að dæmi eina svona greiningu. Það ef þið skoðið hérna í-ásinn það sem ánægja og x-ásnum skinnun á fjölda og það eru of margir lengst til hægri og fáir lengst til vinstri. Hæfilegt hérna það sem að þessi bendir. Þá kemur í ljós að þessi markhópar sem að hingað koma, Asíubúar, þeim finnst alls ekkert of margir ferðamenn hérna, en þeir eru heldur ekkert svakalega ánægðir endilega. Allar aðrar þjóðir eru mun ánægðir heldur en Asíubúar með íslenska náttúruskoðunarstaði. En þeir sem eru viðkvæmasti fyrir fjölda ferðamanna eru okkar gömlu markhópar, þar að segja Þjóðverjar, Frakkar, Svisslendingar og Austurríkismenn og svo náttúrulega við Íslendingar sem að finnumst þessar bara túrista fyrir okkur. Já, þannig að þessi verkefni það hafa kostað náttúrulega heilmikinn pening og mikið mannskap og vinnu. Það hefur ekki verið auðvelt í rannsóknum í ferðamálafræðum að fá pening úr rannsóknarsjóðum. Ég gerði þó nokkrar atlögur til að byrja með en svo fann ég út úr því að annarkvort það borgaði sig eiginlega frekar að fara bara að gæta og vinna þannig fyrir rannsóknarverkefnunum eða þá hin leiðin sem ég fór, það var að vinna þjónustuverkefni og það var svo sem ekkert neyðarlending vegna þess að það hefur verið ósælega skemmtilegt að vinna með opinberum stofnunum og fyrirtækjum. Þannig að ég hef verið að vinna með umhverfisstofnun, skipulagsstofnun, ferðamálastofu, Landsvirkjun, Landsneti, ótal aðilum sem að hefur vantað gögn og þekkingu sem að ég hef þá skaffað. Þetta hefur kostað gagnasöfnu hjá mér sem að ég hef síðan getað notað til þess að skrifa greinar og birta. En það hefur hins vegar tekið sinn tíma að skrifa allar þessar skýrslur. En öll þessi gagnasöfnun, þótt ég hef verið ein þarna í felti í fyrstu ferðinni með foreldrum mínum, þá hafa fleiri komið og hjálpa mér undanfarin áratugi, skulum við segja. Þetta hafa verið BS-nemar, meistarnemar, doktorsnemar og hafa beitt mér alveg ómælda aðstoð og bara kann ég þeim öllum hinn bestu þakkir fyrir. Einn vil ég þá nefna sérstaklega í því sambandi og það hann Þorkell Stefánsson sem var lengi í námi og en ástæðan fyrir því að hann var svona lengi í námi var að því að hann var alltaf að hjálpa mér í hinn og þessu. En það var loksins síðasta vetur sem að ég gaf hann smá pásu frá vinnu og hann útskrifaðist. En hann sem sagt var aðstofamaður minn í 8 ár, var að hætta hjá mér og ráðast í önnur störf. En undir það síðasta þá birtum við saman nokkra greinar sem að byggði annars vegar á meistaraverkefninu og síðan öðrum verkefnum sem hann kom með mér í. En Þorkell hins vegar fyrst og fremst íþróttamaður, þannig að hann sást ekkert oft í Öskju vegna þess að hann sem sagt æfði og þjálfaði á daginn en á nóttinni þá þurfti hann að vinna fyrir sér og þá var hann að vinna fyrir mig. Það hendaði okkur ofsalega vel af því að þá gæti ég unni verkin á daginn svo kvöldi því ég pakkaði þá byrjaði hann. Mjög gott samband. Nú, ég var í stjórn rannsóknarmiðstöðvar ferðamála í mörg ár. Það var samvinnuverkefni Háskólans á Hólum, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Þar var stjórnarformaður lengi Ingjaldur Hannibalsson, einn allra skemmtilegast og mest gefandi maður sem ég hef unnið með hérna í háskólanum, saknast mikið.
Þegar að Ingjaldur lét af stjórnarformennsku í rannsóknarmiðstöðinni þá tók Rögnvaldur Ólafsson við. Við Rögnvaldur hefðum kynnst löngu áður, heila bara frá því að ferðamálafræðin byrjaði vegna þess að þá var hann að leiða vinnu í fjarkennslu við háskólann og spurði hvort að fyrst við værum að fara af stað með ferðamálafræðina, þá spurði hann hvort að við værum ekki til í að vera tilraunadýr í þessu líka. Og við tókum þátt í þessu tilraunaverkefni og fjarkenndum stóran hluta okkar kennslu í þó nokkur ár. Nú, svo kom Rögnvaldur með mér í fjölmörg önnur verkefni næstu árum og var að telja ferðamenn meðan annars. Hann hafði mikla reynslu og talningum í tengslu við Marel og önnur verkefni sem hann hafði unnið í eðlisfræðinni og þetta nýttist alveg vel inn í ferðamálafræðina. Og við birtum nokkra greinar saman, Hálendi Íslands, auðlind útivistar og ferðamennsku og síðan áhrif virkjana á ferðamennsku útivist bæði á íslensku og ensku. En þær greinar, þær byggðu á öðru samstarfi sem við Rögnvaldur höfum verið í, sem rammaáætlun. Og það bara alveg sér kapítal út fyrir sig, þannig að nú getið alls svona, byrja bara næsti kapli. En sem sagt rammaáætlun, sem sagt það verkefni stjórnvalda sem verið að reyna að raða virkjanakostum með tilliti til áhrifa þeirra á hina ýmsu þætti. Og til þess að meta þetta þá skoða menn allar þessar virkjana hugmyndir ferðast við land til þess að skoða útfærslurnar og svo leitast við að raða þessu. Og nú þegar hafa 3 áfangar verið unnir, fyrsti fór á stað 1999 og síðasta lauk 2017 en nú víst 4. komin í gang. Og ég hef verið svo lánsöm að ég hef fengið að starfa í öllum þessum áfengum. Fyrir utan það að ég fekk þarna ársleyfi í lok fyrsta áfanga þegar ég fór og eignaðist tvíburana mína. En þetta hefur verið alveg ofsalega gefandi og áhugaverð vinna en hún hefur tekið sinn tíma og þarna hef ég kynnst alveg fullt af frábæru fólki og inni með, þar með taliðinni Þóru Ellen sem að lagði svolítið línunar aðferðafræðina sem við beitum við að meta þetta og síðan var Stefán Gíslason formaður verkefnastjórnar síðast og þá var ég orðin formaður faghópsins, þannig að við unnum mikið saman ásamt Skúla sem var formaður faghópsins sem að mat áhrif á náttúruna og Daði Már sem að hjálpaði mig með tölfræði þar sem að mín tölfræði þekking var bara takmörkuð og svo Adam Hoffrit sem að sá korta vinnslu hjá okkur. En þeir sem að ég eyddi samt mestum tíma með, það voru þeir sem voru í faghópnum. Þetta var fólk sem vann alveg afskaplega mikla ósérhlífna vinnu. Það var unnið dag og nótt, helgar og kvöldin og í desember þá sátum við ennþá og vorum að meta meðan aðrir voru í jólainnkaupum. Þannig að þarna var fólk að vinna að bestu getu og ég vona svo sannarlega að við berum gæfu til þess að nota þessa niðurstöður til sem áttavita í því hvernig á að umgangast auðlindirnar og nýta þær fyrir land og þjóð sem best og líka til þess að taka á álitamálum í þjóðfélaginu, erfiðum álitamálum. En þegar þarna komið til sögu, þá ég ennþá bara með mastersgráðu. Og Háskóli Íslands að breytast og það bara komin krafa beint og óbeint það bara þýði ekkert að vera þarna bara með master. Þannig að annarkvort var að hætta aftur eða þá að gera allega að þessu. Og þeir sem að þekki mig, þið vita mér ofboðslega gaman að fara á fjöll og ganga en svo á tímabili þá hef ég líka verið að hlaupa á fjöllum. Og ég hljóp þarna Laugavegshlaupið 2006 og 2007 og Jökulsárhlaup 2008. Þetta svona ultramarathon, 55 kilometra þarna Laugavegurinn. Þegar ég var búin að þessu, þá leið mér einhvern veginn þannig að ég gæti bara allt. Og þar með þá gæti ég mögulega bara gert eins og sumir aðrir, kannski þið flest sem að starfi klára þennan doktor. Þannig að ég ákvað að gera allega þessu. Ég fekk ársrannsóknarleyfi og ætlaði að nota þetta ár til þess að reyna að hespa þessu af. Ég hafði sótt ýmsar alþjóðlegar ráðstefnur gegnum tíðina og þar hafði ég kynnst 2 landfræðingum, þeir Jarkko Saarinen og Michael Hall. Jarkko í Finnland og Michael Hall í Nýja-Sjálandi og þegar þeir heyrðu það 1998 að þarna væri einhver stelpa að kenna ferðamálafræði við háskólann, hún var ekki með doktorsgráðu, þá segðu þeir við mig, heyrðu þú verður að bæta þessu og talaði við okkur og komdu þessi verk.
Og ég rifjaði þetta upp með þeim og spurði hvort að þetta stæði ennþá til boða og sendi þeim 4 greinar sem að ég hafði svona í hjáverkum unnið. Þetta eins og þið vitið, sko, unnið sumarfríum og jólafríum, kvöldin og helgar. Og af því að ég vissi að ykkur væri að útskrifast með nokkrar greinar á bakinu, þá sendi ég, heyrðu, dugar þetta? Og þá fekk ég nú það svar, sko, nei, við erum ekki bréfaskóli, en ef þú tekur próf í þessum bókum hérna, og skrifar eina greini viðbót, þá skoðum við málið og þá bara hófst lesturinn og ég gaf mér 2 vikur fyrir hverja bók og svo bara voru þeir svo sætum, ég þurfti ekki að fara til Finnlands, heldur fekk ég bara taka þetta hérna heima og prófstjóri hérna bjargaði þessu og hérna fleiri og hérna svo var ég búin að þessum áramót og þá kom þessi síðasta grein sem að ég hespaði af og hún var svona söguleg grein sem að tengdi þetta allt saman og það náðist þá sem sagt í desember 2011 að ég fekk að mæta þarna verja ritgerðina mína og það var svo gaman, hann Butler sem að ég var búin að vitna í þarna öll þessi ár, hann var fengið til að vera andmælandi. Og það sem var kannski ennþá skemmtilegar það var þegar ég var að kenna þarna mánuðina fyrir vörnin og vissi það að Butler ætti að vera andmælandi, þá sagði ég nemendahópnum mínum frá því og þá tókum við okkur til og fundum allar greinar eftir Butler og lásum þetta saman og rökrættum þannig að ég var alveg súper vel undirbúin með hjálp nemenda. Nú, þannig að ég útskrifaði semst með doktorsgráðu í mannvistarlandafræði loksins árið 2011. En já, fyrirgefiði, ég ætla ekki að segja þetta strax. En þegar ég kom heim úr þessari stóru ferð, þá ætlaði ég að hafa sem mitt fyrsta verk að sækja framgang í stöðu prófessors. Af því að þið ykkar sem þekki ekki háskólakerfi, þá það þannig að maður þarf að safna sér fullt af stigum og þegar maður komið fullt af stigum þá getur maður sótt framgang. Og ég var búin að vera öll þessi ár í skólanum og búin að fá fullt af stigum, og eina sem ég vantaði var doktorsgráðan, þannig að þegar ég kem heim með öll þessi stig, þá ætla ég að sækja framgang. Þá var nýbúið að breyta reglum háskólans. Og það þurfti að hafa ákveðna tegundastigum. Það var svo kallað aflstig. Og ég var ekki með nógu mikið aflstigum. Og aflstig fær maður maður skrifar ákveðna tegundir af greinum. Og þá var bara að keyra undir sér hausinn einu sinni enn og skrifa aflgreinar. Og ég fekk þá prófessorina mín í lið með mér og við skrifuðum saman einar 8 greinar. Og síðan hef ég skrifað heilmikið og unnið mörg verkefni með kollegakonu minni henni Rannveigu Ólafsdóttir, prófessor í ferðamálafræðum. Og við eigum sameiginlega áhugasvið, skulum við segja. Við höfum verið að fjalla skipulag ferðamannastaða, sjálfbæra ferðamennsku, virkjanir og ferðamennsku og ýmislegt annað. Þannig að við erum búin að birta þónokkrar greinar saman og svo erum við í ýmsu alþjóðlegu samstarfi. Við erum að vinna með fólki frá Bandaríkjunum, Diane Smith og Firoz og Tracy frá Maine, hollenskum landslagsarkitektum og herramönnum frá Bretlandi. Nú, en þegar það ekki mikill tími til þess að stunda sín áhugamál, þá þarf maður einhvern veginn að tengja þetta saman, vinnuna og áhugamálin. Og einu sinni barst mér tækifæri til þess að stofna nýtt námskeið í háskólanum. Það var valnámskeið fyrir meistaranemendur og ég bjóð til námskeið sem ég kallaði ferðamennsku víðerni. Og það bara hefst á því að við löbbum 4 dagum víðerni Íslands, leitum að víðernum og svo eyðum við það sem eftir vetri til þess að ræða það. Hvað eru víðerni, hvernig upplifir maður þau, hvernig á skipuleggja þau og þess aftar. En þetta eru uppáhaldsnámskeið mín, en ekki segja nemendunum það sem í hinum námskeiðunum. En þetta æðislegt. Nú, svo kannski hápunktur ársins. Það eru ferðir sem að verkfræði stofnun Háskóla Íslands með einu svona ári. Þetta svona jöklaferðir. Þarna rifjast upp gamlir taktar þegar maður var í Ísalp og var í Ísklifri. Ekki alveg alveg þangað en svona næstu því við förum alltaf yfir 1 eða 2 sprungur. Og þetta bara held ég, já, þetta hápunkturinn. Undanfarin ár hef ég verið, eins og Sigurður sagði, deildarforseti í líf- og umhverfisvísindadeild. Það einhvern veginn var þannig að það vildi enginn taka við þessu starfi en einhvern veginn dró ég stysta stráið og endaði hér. Ég held að enginn hafi viljað þetta þegar fólk hélt þetta var eitthvað leiðilegt en ég skal bara segja ykkur þetta ekkert leiðilegt.
ég vissum að vera slegist þetta starf næst. Og eitt af því skemmtilegasta við þetta starf, það bara að maður kynni svo mikið af nýju fólki. Ég kynntist loksins líffræðingunum sem ég var búin að vera með í deild í mörg ár, en vissi ekki ennþá alveg hvað allir hétu, en veit það núna. Og síðan allir sem eru í stoðþjónustunni, sem alveg frábært fólk og veitir alveg óendanlega mikla hjálp í öllum erfiðu málum sem koma upp. Nú, þetta búið að taka sinn tíma. Ég kom fyrst inn í aðalbyggingu fyrir 30 árum síðan og ég búin að kenna við þessa stofnun í 25 ár. En eins og þið hafið heyrt og séð, þá ég búin að fara alls konar krókaleiðir og ekki bara að skrifa aflstigsgreinar. Þannig að já, þetta tók sinn tíma. Maður á smá einkalíf líka og ég búin að eignast 3 börn á leiðinni. Sunna fæddist 1995. Það eiginlega ekki hægt að segja að hún hafi truflað neitt vegna þess að ég var að kenna alveg fram í desember og hún fæðist sem sagt 4. desember. Svo var ég byrjað að kenna aftur í janúar. Náttúrulega stundakennarar alveg réttlausir, þannig að það var ekki hægt að taka sér barneignarleyfi, en það var líka svolítið kvenréttinda konan í mér af því að ég var búin að semja við pabbann það að hann átti sko að passa fyrir hátti og ég eftir hátti og ég væri að kenna fyrir hátti og svo geti hann farið að vinna. Svo bauðst honum ykkur fram í sínu fyrirtæki og þá samdi hann bara við tengdamóður sínum að redda þessu öllu. En barnið vildi ekki pela, þannig að greið mamma, hún þurfti að koma alltaf á hverju morgni og ég gaf barninu að drekka í pásum og hún var semst mætt í háskólan 5 vikna gömul. Og hún kom með mér í fjarkennsluna því að það var alltaf kvöldin og endurmenntun var á kvöldin og alltaf satt þessi elska bara og litaði. En í maí 2002 þá þetta ástandið á mér. Þá var ég ólétt af tvíburunum mínum og þá var ég að kenna í háskólabíó, tölfræði og nemendur segði mér að þau voru alltaf hrædd að ég dytti fram á sviðinu að það var eitthvað óbalans í þessum líkama. En prófið var 30. apríl og ég hafði 1. maí til að fara yfir það. 2. maí kom ég við hjá Guðrúnu Helgu afhendinni einhvernar. Svo sendi ég en SMS 2 tímum seinna og sagði hann að væri 2 stykki komin í heiminn. Og þá voru þau Lovísa og Ýmir. Og þau voru aðeins öðruvísi en stóra systirinn. Fór aðeins meira fyrir þeim, allan öðru þeirra. En það búið að vera ofboðslega mikið að gera og gaman. Fara á fótboltamót á alla þéttbýlisstaði landsins, 5-leikamót, danskeppni og svo eru þau alveg ofboðslega góðir ferðafélagar og labba með mömmu sinni á fjöll þegar þau vilja gera virkilega vel við hana. Nú, það ein manneskja sem hefur gert þetta mögulegt fyrir mig. Það móðir mín, Ragnhildur Ólafsdóttir. Hún passaði börnin, hann og Sunnu frá því hún fæddist og tvíburana, þannig að ég gæti sinnt allri þessari vinnu. Og oft var það þannig í desember að maður var að fara yfir próf alveg fram á Þorláksmessu og það var allt eftir. Þá bjargaði hún málum með því að baka fyrir börnin. Og svo hún systir mín, Guðrún, hún passaði á kvöldin ásamt honum Alberti mági mínum. Þannig að þetta voru barnapörsunni þegar ég var að kenna semst fyrir endurmenntun og fjarkennslinni. Og svo hann stjúpi minn, hann Valdimar Valdimarsson, hann ekki bara sá sem að ég tala við þegar ég vantar að vita eitthvað eitthvað, hann veit einhvern veginn alltaf allt, heldur líka frábær ferðafélagi og veit allt landið, þannig að ef ég að skipuleggja ferði ykkur, þá getur hann alltaf sagt mér hvað best að ganga, hvað best að gera. Og hann minn fyrirmynd í því að hann ennþá að ganga fjöll þótt hann sé 80+, svona ætla ég að verða þegar ég verð 80 ára. En það sem hann hefur líka fyrst og fremst bjargað, það bara heimilið, ef eitthvað bilar, þá hringdi í Valdimar og hann kemur og gerir við það, hvort sem það ísskápur, þvottavél, garðurinn, hvað sem Þannig að þessi fólki á óendanlega mikla þakkir. Svo það maðurinn í lífinu mínu, Halldór Lúðvíksson. Þegar að börnin voru lítil, þá spurði leikskólakennarinn að því hvort að maðurinn mér væri flugmaður.
Þegar hann var verið að tala við börnin í leikskólanum og það var alltaf verið að spyrja, þú veist, hvað gera foreldrarnir og pabbi er í flugvél. Hann var líka stundum í símanum og stundum út að borða. Þannig að það voru ekki alveg búin að ná við hvað hann starfaði en hann er semst ekki flugmaður. En hann fer mikið til útlanda og sum ári er hann jafn marga daga úti eins og heima. En þegar hann er heima þá er hann alveg svakalega afkastamikill. Hann til dæmis tók að sér þvottahúsið þegar tvíburarnir voru litlir og það er kannski bara því að þar fann hann sinn gríðarstað, þá gat hann lokað að sér og brotið saman þvottin í friði. Þannig að þvottahúsið er sá staður á heimilinu sem er alltaf í fullkomnu ástandi. Vegna þess að þessi maður þegar hann tekur eitthvað að sér þá er það gert alveg fullkomið. Og hann er hinn fyrirmyndin í lífinu mínu, fyrirmyndin sem að ég hef þegar að snýra vinnunni, að hann segir alltaf við mig og börnin að maður er ekki búinn fyrir að verkið er búið. Þannig að aldrei að láta boltan stoppa hjá sér, alltaf að klára allt. Endaleg svipa. En takk fyrir það. Þannig að þegar ég horfi tilbaka, þá það sem mér er efst í huga, það er bara þakklæti. Þakklæti fyrir að vinna við það sem ég hef ástríðu fyrir. Mér finnst alveg ótrúlega gaman að kenna, miðla því sem ég hef lært sjálf til nemenda okkar. Ótrúlega mikið að skemmtilegu og góðu og vönduðu fólki sem ég er búin að læra alveg ofboðslega margt og mikið af. Og ég er ofboðslega þakklátt fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið. Og fyrir fjölskylduna mína sem hefur hjálpað mér að vera. Þetta er ekkert auðvelt starf oft. Og það er oft langir vinnudagar og maður hefur oft fengið mjög mikla hjálp frá fólkinu sem maður hefur þurft að leita til. Þannig að takk fyrir komuna, mér finnst alveg ofboðslega vænt að sjá okkur öll. Viltu fá húið? Býta aðeins, Anna-Dóra, býta aðeins. Bara takk kærlega fyrir þetta, bara æðislega gaman að hlusta þetta, bara frábært. Og þið sjáu að háskólinn þarf ekki að kvíða neinu með að vera með fólk eins og Önnu-Dóru með okkur í liði. Þannig að þetta er bara æðislega gaman að sjá. Og ég ætla að fá að færa þér hérna, Anna-Dóra. Fá að færa þér hérna bók hérna sem heitir Andlit norðursins eftir Ragnar Axelsson. Svona til að þú getur aðeins minnst þessa dags aðeins lengur eftir bara í dag. En ég ætla bara að óska þér inn til hamingju og þakka þér bara kærlega fyrir.